Mikilvægt að greina heilaslag strax þannig að hægt sé að bregðast við á viðeigandi hátt. Maður myndi vilja leggja áherslu á þessi stóru einföldu einkenni einhver hafi slag. Og það í rauninni klaufska eða kraftminnkun í annarri hliðinni. Andlit, hendi, fótur, missemátt. Það líka talið verið erfitt. Maður verið þvoglumæltur skyndilega, maður á erfitt með að koma hugsun sinni í orð, maður getur ekki talað, fundið rétt orð, eða maður getur ekki skilið þegar aðrir tala við mann. Og svo sjóntruflun, að maður sér skyndilega ekki með öðru auga, að maður sér ekki til annar áttar eða tvísýni. Þetta þessi klassísku einkenni og því miður þekkir almenningur ekki þessi einkenni alveg nógu vel og bregst ekki alltaf rétt við. Hver eru réttu viðbrögðin? Réttu viðbrögðin eru að ef það er grunnslag þá maður hringi 112. Maður á ekki að leita, maður á ekki að gera neitt annað en að hringi 112 og það á maður að gera strax. Fjölmargir þættir geta aukið líkur á því að fólk fái heilaslag, svo sem reykingar, hreyfingarleysi, áfengisnotkun og streita. Hver sem getur hins vegar fengið slag, jafnvel þótt hann lifi heilbrigðu líferni. Stóri áhættuþátturinn sem maður myndi alltaf vilja leggja mest áherslu á auðvitað blóðþrýstingur, háþrýstingur. Of hár blóðþrýstingur talið liggja að baki að svo það sem kallum contributing risk factor að baki 54% af slögum í heila, blæðandi slögum og blóðþrýstingslögum.